Sæl aftur, við erum búin að fá nýjan viðmælanda til okkar og hann kemur alla leið frá Keflavík, heitir Guðbrandur Einarsson, skipar fyrsta sæti á lista Viðreisnar í Suðurkjördæmi. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Guðbrandur, þú ert massífur Keflvíkingur, ert búin að búa þar eiginlega alla ævi, kemur úr bæjarpólitíkinni, búin að vera forseti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar og þú ert líka úr verkalýðsbaráttunni, búin að vera lengi starfandi þar. Af hverju fórstu svo inn í pólitíkinu? Þú varst vissulega starfandi í Alþýðuflokknum og Samfylkingunni, svo fyrir Viðreisn. Já, eins og segir, ég er búinn að vera svona reynslubolti á þessum sviðum, búinn að vera í rúma 2 áratugi innan verkalýðshreyfingarinnar og jafn lengi innan sveitarstjórnarstigsins. Já. En ég yfirgaf Samfylkinguna 2010 og var síðan bara utan flokka í eða áratug. Var þó starfandi í óflokksbundnu framboði sem fékk nafnið Bein leið á sínum tíma. Já. Þannig að ég hef verið tengdur sveitarstjórnarmálunum þrátt fyrir að hafa ekki verið flokksbundin. En svo núna í fyrra þá koma upp svona raddir að það geti verið hugsanlega eftirspurn eftir mér inn í landsmálin. Já. Og ég fer að bara skoða þetta og ákvað að slá til. Já, einmitt. Og ég, þegar ég bara horfi á kannski mínar kratísku skoðanir og hugmyndafræði, þá hugnaðist mér bara vel að ganga til liðs við Viðreisn. Hvað var það sem að gera það verkum? Já, mér finnst bara Viðreisn vera þessi umburðarlyndi, frjálslyndi flokkur sem til í að breyta, sem að gera það verkum að ég var tilbúin til þess að ganga til liðs við Viðreisn. Þér finnst þurfa að breyta? Já, margt sem þarf að breyta. Mér finnst bara samfélagið okkar að vera staðnað að mörgu leyti og mér langar að taka þátt í að gera breytingar á því. Einhvers staðar sá ég að þú hefur verið róttækur ungur maður og lesið kommunista-ávarpið og ég veit ekki hvað. Hefur þá meira mildast með árunum? Já, gerum við það ekki svona eftir því sem við eldust? Maður fer að meta hlutina öðruvísi heldur en kannski þegar maður er ungur. Maður er búinn að átta sig á því að sumir hlutir skipta máli og maður fer að meta það á verðleikum og ég held að ég sé bara einn af þeim, Ég heyrði einhvern tímann í gamla daga að Davíð Oddsson hefði verið kommunisti líka, en hann fór lengra til hægri en ég. Ég ætla ekki að fara alveg jafn langt á hann, en ég held að bara maður átti sig á því á einhverjum tímapunkti að svona blöndun er best, blanda hagkerfi fyrir mér er besta hagkerfi sem maður völ er á. Þið í Viðreisn talið að setja, eins og þið orðið, að setja almannahagsmuni ofar sérhagsmunum. Já. Hvað eigið þið nákvæmlega við með þessu? Við eigum við að við hverja þá ákvörðun sem við tökum að þá séum við að horfa til heildarinnar frekar en einhverjar ákveðna hópa. Og það hefur lengi loðað við þetta samfélag að svona klíkuskapur og frændigli hefur stjórnað ferðinni og við viljum breyta því. Mér finnst einhvern veginn eins og við berum þetta ábyrgð á að allir fái notið þeirra gæða sem að lífi býður upp á og samfélagi býður upp á og mér langar til að vera þáttakandi í slíku. Ef við horfum á Suðurnesin sérstaklega, það sem þú kemur og þekkir kannski best í þessu kjördæmi, þá þú hefur orðað þannig að þú viljið setja heilbrigðismálin í algjöran forgang. Það þýðir lengur í þeim orðum að þau séu ekki í góðum málum. Nei, þau eru það alls ekki og hafa ekki verið það. Þrátt fyrir að bara Suðurlandi sé í ágætismálum, þá vantar talsvert líka upp á þeim megin. Grunnþjónustan, heilsugæslan, hefur verið í erfiðleikum bara vísvegar landið. Erfitt að fá lækna, þannig að það getur verið erfitt fyrir fólki okkar að fá tíma hjá læknum og þetta er eitthvað sem ég vil bara setja í algjöran forgang. Þetta hefur verið auðvitað sínu verst á Suðurnesjum og búið að vera svo árum skiptir. Þannig að mér finnst og vil og mun gera leggja áherslu á að úr þessu verði bætt. Hvernig er þetta að bæta þetta? Það eru margar aðferðir til, fyrst og fremst fjármagn, en á Suðurnesjum búum við það að það bil, milli 4.000 og 5.000 íbúar hafa leitað sér lækninga á höfuðborgarsvæðinu. Hafa valið það að keyra Reykjanesbrautina og skráðu sig á heilsugæslustöðvar í Reykjavík. Og nú var fyrirkomulagið orðið þannig að þú getur valið, þú velur bara heilsugæslustöðina og fjármagni fylgir þér.
Þannig að ef að við næðum tilbaka öllum þessum 4.000 eða 5.000 sem að keyra Reykjanesbrautina heim til okkar á, eins og ég hef sagt, á sjálfstætt rekna heilsugæslustöð, þá þyrftum við geta að leggja út meiri pening, heldur væri peningarnir að fylgja okkur frá Reykjavík og til Suðurnesja. Og það það sem ég vil leggja áherslu á, vegna þess að það eru til staðar einstaklingar sem eru tilbúin til þess að fara í rekstur og sjálfstætt rekinni heilsugæslu á Suðurnesjum. Og þangað vil ég horfa að því að við sjáum það að við erum búin að búa við það í áratugi að þjónustan hefur ekki verið eins og á að vera á Suðurnesjum. Það búið að boða það að byggja nýja heilsugæslustöð, en við vitum ekkert hvenær hún kemur, hvort hún kemur eftir 2 ár, 3 ár, 4 ár, 5 ár, en við búum bara orðið 30.000 manns á svæðinu og miðað við það að hver heilsugæsla geti tekið, cirka 11.000 manns, þá þurfum við í raun og veru 2 til viðbótar við þá sem að fyrir er. En þú ert að tala svolítið skandinávska módeli sem mjög algengt til Noregi og Danmörku til dæmis. Já, sko, verandi krati þá hef ég bara hort á Norðurlöndin sem fyrirmynd og stærstu hluti af heilsugæslustöðum í Stokkhólmi til dæmis einkareknar. Þannig að þeir hafa bara gengið miklu lengra heldur við í þessu og horfa bara til þess að blandað kerfi best, veitir bara aðhald svona hvorum armi og ég held að við ættum bara að stefna þangað að ég treysti bara alveg markanum til þess að hjálpa okkur við að vinna þetta. Við ætlum ekki að einkavæða þetta, krafan að ríki sé þjónustukaupin og ákveði verðlagninguna á þessu. Þannig að við ætlum ekki að fara út í einkavæðingu eins og tíðkast í Bandaríkjunum. Við horfum bara til Norðurlandan í þessu. Við förum aðeins austar í kjördæmið. Já. Austurhlutann, Suðurlandsundirlendið, Vestmannaeyjar. Já. Hvaða mál brenna svona mest á þér á þessu svæði? Já, núna bara það sem maður hefur séð núna á samfélagsmiðlum núna að undanfarið heilbrigðisþjónustan í Vestmannaeyjum. Æsland hættir að fljúga þangað og fæðandi konur eiga bara í erfiðleikum. Það þurfa helst að fara upp á land 2-3 vikum áður en að þeir eiga eigna sitt barn vegna þess að þær viti ekki hvað getur gerst og þá til þess að vera nálægt sjúkrahúsinu sínu, þá færa þessu upp á land. Það þarf einhvern veginn að tryggja það að samgöngur séu með eðlilegum hætti, annarkvort með sjúkraþyrlu, hugsanlega staðsett í Vestmannaeyjum, ég held að það sé eina leiðin núna að við getum ekki látið fólk búa við í þeirri aðstöðu að þurfa bara að leggja sjálfan sig og barnið sitt í hættu þegar að fæðingu kemur. Það til dæmis eitt, en auðvitað sjáum við til dæmis bara á Suðurland, við keyrðum nú austur á Höfn í síðustu viku saman, frambjóðendur, og ég var bara fyrir mikilli upplifun að sjá þetta allt sem að gerast þarna, mikla breytingar á búháttum þarna, landbúnaður að draga saman, en síðan eru þarna eldhugar sem að reisa þarna alls konar fyrirtæki og starfsemi sem að mun blómstra til framtíðar, en þá vantar auðvitað bara fjármagn og til þess að halda áfram að þróa sína staði. Þolinmótt fjármagn. Þolinmótt fé sem að, og mér verður nú að hugsa til þess að því ég búandi í Reykjanesbæ þar sem að menn eyddu 100 milljónum í að reyna að byggja upp eitthvað í Helguvík sem hefur allt mislukast. Ef við myndum fara bara aðeins að hugsa smærra og veita þá fjármagni inn á þessa litlu aðila sem eru að auðvitað grasrótin í samfélaginu okkar, þá gætum við byggt undir þá til þess að láta þessi landsvæði blómstra. Þið talið mikið í Viðreisnum að tengja íslensku krónuna við evru. Þið gælið svolítið í Evrópusambandsaðild. Já. Ykkur gengur ekkert mjög vel að selja þessu hugmynd? Ég held að, ég lít þannig á að ef maður fer í pólitík, þá maður að þora að leggja fram eitthvað sem maður sjálfur telur til hagsbóta. Ég ætla ekki að leggja eitthvað fram bara því að fólk vil heyra eitthvað sem ég segi. Ég vil leggja fram eitthvað sem ég trúi á að geti verið til hagsbóta fyrir þetta samfélag. Og ég hef séð samfélögin í kringum okkur í Evrópu hafa haft hagað í að vera inn í Evrópusambandinu. Þess vegna ég sjálfur, prívat og persónulega, algjörlega samfærður það, okkur best borgin í Evrópusambandinu. Leiðin þangað aftur á móti, hún getur tekið tíma. Þannig að við höfum verið að horfa til þess að það þarf að breyta stjórnarskrá til að fara inn í Evrópusambandið. Við þurfum, og Viðreisn segir,
Við viljum fara inn í Evrópusambandið, við viljum láta þjóðina ráða því. Við vorum auðvitað mörg okkar í samningu við Evrópusambandið á sínu tíma þegar að Vinstri græn stoppuðu það og Össur Skarphéðinsson gaf eftir. Nú vil ég bara að þjóðin ákveða, eigum að halda áfram eða ekki og Viðreisn þar. Leggjum það fyrir þjóðina til ákvörðunar hvort að við höldum áfram og förum inn í Evrópusambandið ekki. Þangað til erum við að horfa á að tengja krónuna við evru. Og það fyrsta markmið okkar því að þar verður verulegur afkomubati fyrir heimilin upp á verulega fjármuni og við kynntum það nú til dæmis í gær hjá Viðreisn hvað það geti þýtt fyrir heimilin í landinu ef við fengjum það stöðuleika sem fylgir stöður í evru. Þú ert náttúrulega nýr í landsmálapólitíkinni eða það að segja í framboði til Alþingis, ekki satt? Jú. Verður þú þingmaður eftir 25. september? Kjósendur ráða því. En hver þín tilfinning? Já, núna undanfarið hef ég verið að mælast inni. Já. Og með að við svona einhverja vangaveltur kjarnar sem líkur á að fólk færi inn, þá voru þeir að meta mínar líkur 70%. Og þannig að það eru ágætis líkur til þess að ég ná inn, en auðvitað það kjósendur sem að kveða upp þann dóm, hvort þeir telja rétt að ég fari inn á Alþingi eða ekki. Hvernig þingmaður myndirðu verða? Já, ég hef nú verið, og ég ætla bara að leggja eigin dóm á það, ég hef nú verið duglegur bæjarfulltrúi í gegnum tíðina. Hafandi bæði verið í minnihluta og gagnrýnt þá fjármálastjórn sem átti sér stað á þeim tíma og síðan tekið við og staðið mig brágætlega í því og ég held að ég muni gera það líka inn á Alþingi. Þannig að og það sem að ég auðvitað bara hef brunnið fyrir, það að bæta þetta samfélag og bæta þá innviði sem að fólk þarf á að halda og fyrir því vil ég standa bara inn á Alþingi. Loka spurning, því við erum náttúrulega tíminn flýgur frá okkur, við vitum það. Þú vilt sjá, ég sá það einhvers staðar haft eftir þér, þú vilt sjá frjálslynda miðjustjórn eftir þessar kosningar. Já. Hvað þýðir það? Með hvað flokkum sérðu þá fyrir þér að þið myndu vilja starfa? Til þess að mynda slíka stjórn? Já, þegar ég tala frjálslynda miðjustjórn, þá ég fyrst og fremst að horfa bara svona frá hægri til vinstri, einhvers staðar í, og inn í slíka stjórn myndi ég vilja sjá Pírata og Samfylkingu og Viðreisn að sjálfsögðu. Síðan svona miðað við hvernig þetta mun verkast þá það annaðhvort Framsóknarflokkur eða Vinstri græn sem ég að horfa til þarna. Þannig að við náum kannski ekki alveg þeirri frjálslyndu miðjustjórn sem ég myndi vilja hafa, en ég held að við gætum myndað nokkuð frjálslynda miðjustjórn með þessum flokkum sem ég nefni hérna. Skiptir það mjög miklu máli fyrir ykkur að vera í næstu ríkisstjórn? Já, ég held að það skiptir miklu máli. Auðvitað vill maður fara í, ég vill ekki vera bara að gagnrýna og ná einhver fram. Ég vill fara inn á þing til að hafa völd og geta breytt einhverju. Þannig að það skiptir auðvitað máli fyrir Viðreisn að geta breytt og gert það í samræmi við það sem að Viðreisn vill standa fyrir. Segir Guðbrandur Einarsson. Kærar þakkir fyrir komuna til okkar í kvöld. Takk fyrir. Og við höldum áfram rétt og eftir.